eru stýrivextir tímaskekkja. Þegar ég var rúmlega 20, þá var ég au pair í New York í 1 ár. Og ég var eiginlega bara að vera þarna í nokkrar vikur og ég fékk svona geggjan eldri Subaru Legacy með sólúu. Og ég var búin að vera í nokkrar vikur þegar fjölskyldan segir við með skuttla unglingunum á skíði í Massachusetts. Og þetta svo þægilegt að keyra hana, frábæri vegir og ég passaði mig samt að vera að keyra löglega en ég fór ekki yfir 90. Ég var ekki búin að keyra svo lengi þegar löggan stoppaði mig og það kom svo til ljós að það var enginn búin að setja litla krútlega skipti eða með óperstúlkuna inn í það að í Bandaríkjunum mílur og Íslandur kílómetrar, þannig að 90 mílur eru rétt rúmlega 140 kílómetrar hraði. Þannig að þeir biðja mig að rétta sér augnskírteinið og þetta er góða gamla skírteinið, þetta er eins og stílabókastærð, bleikt og á íslensku og frönsku. Þeim fannst þetta samt rosalega cute, ég hvít og frá einhverju landi sem enginn þekkti, þeir sögðu bara slepptu mig ámringu og báðu mig vanda mig betur. Og núna, þegar ég heyrði rök seðlabankastjóra stýrivaxtahækkanir núna í maí 26, þá fór ég að hugsa hvort það sé ekki bara kom tíma að henda gamla augnskírteinu og fá sér nýjan serióspakka. Við erum alltaf með sömu möntruna. Við þurfum að halda verðbólguvæntingum undir 2,4 og ef að það dugar ekki til þá ætlum við bara að hækka stýrivextina. Eina færri en enn. En ólíkt löggunni í Bandaríkjunum, þá fáum við ekkert plan. Þannig að Ásgeir, ég er öll af viljagerð og auðvitað öll íslenska þjóðin til að hjálpa þeim með þetta verðbólgumarkmið en segðu okkur hvað við eigum að gera. Því að það er löngu úrelt hótun að raskella börn ef þau haga sér ekki eitthvað vel og þannig að þú veist þetta er vonljóst uppeldi þannig að ég er game í að fá plan við skal fara eftir í og ná verðbólgunni niður 2,5 en það þýðir ekki hótökur ef við náum ekki tökum með einhverju sem við vitum ekki hvernig við erum að gera að þá ætlar að halda áfram að hækka stýrivexti.